Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að ræða íþróttir, við ætlum að ræða, einhvers konar, veit ekki hvað kalla það, kannski eitthvað bylting eða eitthvað, þegar við nú fylgst einhver leyti með sem við fjallaðum þetta hérna áður. Það körfuboltafélagið Aþena sem upp í Breiðholti og það verið að berjast fyrir því að fá að halda aðstöðunni sem að félagið hefur. Það var svona umráð yfir húsinu, fá að þroska og þróa þetta félag sem í miklum vexti upp í Breiðholti. Og núna í vikunni að þá voru mótmæli fyrir utan ráðhúsið, þá mættu þar stelpur og spiluðu körfubolta og sendu skilaboð til borgarfulltrúa. En þær eru komnar hingað 3 stelpur úr Aþenu. Það hérna Darína Andris. Takk. Og Tanja Ósk Brynjarsdóttir og Anna Margrét Lucic Jónsdóttir. Verið velkomnar. Takk fyrir að hafa okkur. Hvað gengur á? Við sem sagt viljum bara fá áfram rekstur í húsinu en Reykjavíkborg vill það ekki. Já. Og þau vilja annarkvort sem hefur aldrei verið gert, hafa bara Reykjavíkborg sem sjá reksturinn eða Leikni. Þau vilja bara alls ekki að við sem erum búin að vera að sjá reksturinn hjá okkur. Sem er búið að vera bara upp á 10 hjá okkur, bara rekstur, bókhald, allt. Þið hafið rekið þetta húsi? Já, 1,5 ár. Fenguð það lána frá Reykjavíkborg? Við fengum samningi í 1,5 ár, bara sem svona tilraunaverkefni. Að segja þau. Þau segja þau, já. Þetta var aldrei skrifandi samning sem tilraunaverkefni. Já, það er bara núna. Núna hendaði ég þannig út að þetta var tilraunaverkefni sem kom aldrei fram. En af hverju viljaðu ekki ykkur? Er þið gangið illa og skýtuðu sokkar á gólfinu? Nei, sko, það sem þau ekki að viðurkenna allir þessi, reksturinn upp á 10, öll fjölgun á krökkunum og heldur áfram fjölgar og bara 111 hverfið, þau voru með 10 krakka til að byrja með og við erum bara búin að fjölga það upp í 100. Þannig þau eru bara ekki að viðurkenna allt sem við erum búin að ná, að vilja ekki viðurkenna það. Líka þegar það var fundur, þegar þau akkurat sögðu að þau ætluðu ekki að framleggja reksturinn og það, þá náðu þau samt ekki að segja af hverju við mættum ekki vera lengur og líka komum ekkert í staðinn. Þannig bæði eru ekki með neinar aðrar hugmyndir hvað ætti að vera í Austurbergi núna fyrir alla þessa krakka en vilja heldur ekki hafa okkur sem erum búin að vera bæta, fjölda, sjá reksturinn alveg upp á 10 og við erum líka sjálf, Brynjar búin að setja bara margar 20 milljónir í þetta, þannig hann eiginlega að sponsa Reykjavíkborg, þannig skil ég ekki alveg af hverju þau ætti ekki að vilja hafa okkur. Og ef þetta er svo mikið málum Brynjar, ég skil það ekki heldur af því að við erum bara, við stelpunar í Aþenu erum svo sem að þjálfa yngstu flokkana, þannig, já. Þannig hann er náttúrulega, hann er málið líklega. Það efast ekki að það er fjölgun á þáttöku og þetta er mjög jákvætt fyrir Breiðholtið að fá svona nýtt félag og stemming í kringu það. En Reykjavíkurborg var erfitt með að láta Aþenu fá yfirráð yfir húsinu út af Brynjari Karli. Þannig en þau segja það ekki beint en hann þau mun aldrei segja það heldur. Nei. Þau klæða því eitthvað svona búning og segja að verða að fara eftir mannréttindareglum. Já, horfa líka bara fram hjá öllu sem við erum búin að gera þannig í leiðinni. Já, en náttúrulega þau eru til dæmis að tala með það að þau ættu að sjá þetta sem er líka galið því að engin önnur lið hafa gert það og það er líka ógeðslega erfitt að ætla að reka eitthvað lið og þurfa alltaf að spurja, þá erum við ekki með lyklahúsinu, við myndum alltaf þurfa að spurja þau að hafa eitthvað auka tíma, íþrótta, við viljum hafa æfingaleiki og líka eitt sem er búið að ganga ógeðslega vel fyrir okkur að því það er svo erfitt að fá krakka þarna sem eru bara með lélegan félagslegan bakgrunn þannig þekki ekki mikið krökkum kannski nýkomin en leið sem við höfum fengið marga krakka er að vera með svona, við erum búin að vera með svona glow party, karaoke, bíón og bara með svona félagsstöðu líka. Já, þannig við erum búin að fá krakka þannig inn og við getum ekki gert það ef að Reykjavíkurborg er yfir þessu, það myndi þetta aldrei ganga. Af því að þeir eru að drepa okkur með bókhaldi þannig alltaf að spyrja leyfum að vera 30 mínútur lengur, eins og Tanja var að nefna, við getum ekki verið að bera okkur saman við önnur lið sem eru með alla aðstöðuna til þess að halda áfram að þróa klúbbinn sinn.
og síðan líka ekkert endilega víst sko til að fá hennan auka hálftíma, til að fá alltaf, þú veist, fá leyfi fyrir æfingarleikjum og aðstöðuna til að gera eitthvað félagslegt með börnunum í hverfinu, þá þurfum við að spyrja Reykjavíkurborg og síðan ekkert endilega víst hvort við fáum, þú veist, já frá þeim til að, þú veist, nota aðstöðuna fyrir utan tímana. En það var kannski ekki komið í ljós ef að þið segir megum við fá öll 50. frá klukkan 6 til 12? En líka, samt, ef þú pælir í því, eða svona ógeðslega mikið vesen að setja bara nafnið okkar á listan, líka það er einn svona, það er kjallari, þetta er bara mjög suppulegt dæmi, við ætlum bara að taka þetta í gegn og hafa heimanám og fleiri hluti þarna. Þið hefur aldrei fengið kjallarann? Við vorum að fá hann, það var Við fengum loforð það að við myndum fá kjallarann. Þá var samt annar í stjórn, hann heitir Eiki, en þegar hann fór, þá allt í einu, því eftir við erum búin að ganga frá og taka úr honum, sitja pening í hann og ætla bara að fara að byrja að störða. Og kaupa borð og stóla og leggja hellinga pening í Það átt að vera svona eins og félagsheimili. Og líka bara heimavinna að kenna krökkum íslensku og akkurat það sýnir líka bara. Þau vil ekki hafa nafnið okkar á þessum lista. Á hvaða lista? Rekstrarsamningnum, meina ég. Vil ekki hafa okkur á rekstrarsamningnum. Við hvern væri samningurinn? Við hvern væri samningurinn? Þú veist, Aþenu, við viljum að geta rekið húsið, skilurðu. Þau ætla að vera bara að reka það sjálf? Við Leikni og svo þurfum þið bara við eigum bara að vera falin undir þessu. En við viljum alveg hafa Leikni og við erum alveg góðu samstarfið, þannig við erum alls ekkert að tala um það. Það er svolítið öðruvísi. Leikni er meira úti, þú veist, að spila fótbolta og við erum inni að spila körfubolta, þannig ég skil ekki af hverju það ætti að vera mál. Og líka eina sem ég ætla að bæta við, af hverju, þú veist, við vorum svo mikið að reyna að berjast fyrir þessum kjallara, að því að margar stelpur sem eru í þessu húsi bara, þú veist, í bara marga klukkutíma eftir skóla, mæta þangað, eru á sínum æfingum, á æfingum hjá okkur, á fundum með okkur bara fram á 10 á kvöldin, 9-10 á kvöldin og það er bara svo leiðilegt að geta ekki veitt almennilegan stað til þess að vera í, af því að við viljum miklu frekar hafa þá í kringum okkur, í kringum almennilega, þú veist, svona félagskap í staðan þess að láta það vera bara hvað Rónastum Breiðholti. Ég ætla líka að bæta við að það sýnir ef að þau vilja ekki gefa okkur kjallarann, að þau vilja ekki okkur gangi vel, þannig við erum ekki bara að treysta þeim eitthvað að hafa eitthvað samning fyrir okkur. Við sko að minna, þau séu með rekstrasamningin, ef við viljum ekki gefa okkur kjallarann. Við erum með fundina okkar á ganginum. Það sem allir labba í gegn sem við myndum hafa heimavinnu, mental training, video meetings og bara fleira þarna niðri. Bara sófar, þú veist, mat, ég veit ekki, bara aðstöðu fyrir fólk að geta verið þarna. Þannig að þið myndu vilja að Aþena væri kannski svona svolítið meira heldur bara íþróttafélag heldur að væri það svona félagsmiðstöð væri svona skjól fyrir. Það er búið að vera þannig sko. Hvers konar nú það frekar stelpur eða ekki sem að koma í Aþenu, þetta strákar. Hvers konar stelpur eru það sem að sækja í Aþenu og þennan svona félagskap að geta komið þar mögulega lært heimavinnun og svona? Það er náttúrulega bara mismunandi, við erum með krakka allstaðar af, en Úr allstaðar af höfuðborgarsvæðinu? Já, en mest megnist náttúrulega í Efra Breiðholtinu, en krakkarnir sem eru, þú veist, koma klukkan 14:45 á æfingu hjá mér og eru síðan farin út þegar það vera að loka, eru kannski annarkur krakkar sem að eiga bara félagslega, þú veist, ekki fátækt, þú veist, það ekki bara, þú veist, ömmur og afa búa eitthvað starf annarslega líka og eitthvað svoleiðis, eða bara finnst gott að vera þarna og eitthvað svoleiðis. Og eru mjög margar þessar stelpur, sorry, ég greið frá mér, eru bara að koma erlendrum bakgrunn, bara eins og ég náttúrulega kom í Aþenu og bara, ég var í handbolta fyrst og kom í Aþenu og það er akkurat ástæða af hverju ég var svo mikið eftir, þú veist, af hverju ég var eftir í körfubolta var bara hvernig félagskapurinn og hvað þetta snýst miklu meira heldur en að dribbla og skjóta á körfuna. Getur sagt mér hvað það er? Hver var munurinn þegar þú varst í handbolta eitthvað annars þar og kemur í Aþenu í körfubolta? Hver er þessi munur? Á hverju kaustu að vera áfram í Aþenu? Sko, mér fannst þetta að vera svolítið mikið svona barnapössun í IR, ég var í handbolta í IR og þetta var svolítið svona, þú veist, fólk var ekki alveg að nenni þessu og alltaf að breyta hver er að þjálfa okkur og þú veist, tímanir sem við fengum og þetta var bara mjög sloppy, skilur með að við að hvað við erum að reyna, þú veist, við erum með sinn standard þegar að kemur að þjálfa 6 og 7 ára krakka, skilur og allt í kringum það snýst bara að reyna að hjálpa krökkunum að komast í gegnum það sem þau eru að vinna með þegar sumir krakkar eru að vinna við að vera, þú veist, ekki kvíðin á æfingum og stundum að vinna við reiði og við erum með perfektan stað til þess að vera hjálpa þeim bara í gegnum körfubolta.
Já, og líka við erum með skó í öllum stærðum og aðþunnubóli, þannig krakkarnir sem að, maður þarf að vera ógeðslega passífi með þetta, þú veist, það eru sumir foreldrar sem eru kannski mótgæðir að maður að gefa krökkunum skó, þannig að vita hver þarf þessa auka aðstoð til dæmis, þú veist, það er engin, já, þú veist, það er líka eitt sem við gerum aukalega, við erum bara fyrir krakkar sem þurfa það, já. Þú veist, við viljum náttúrulega allir koma bara og æfi körfubolta og síðan líka bara þessi stelpur sem eru eftir, bara byrja klukkan 2 á daginn, 2:30 á æfingum, þær eru allt kvöld út að þær horfa okkur á æfingum og meðstoflega ekki að horfa allan tíman og eru að læra allan tíman og líka mér líður svo rosalega vel með það að þær vilja koma að horfa því þá veit ég að veist, við erum að búa til stað þar sem hægt að líta upp til einhvern annars. Eru þið allar að þjálfa yngri flokka? Já. Ég að þjálfa akkurat núna 6 og 7 ára en ég og Tanja fara að vera með, ef allt gengur vel, með sumarnámskeið. Já, það er líka eitt sem ég langar að bæta við en núna til dæmis, akkurat því hún var að segja, við vitum ekkert, þú veist, öll önnur lið núna eru farin að gera samninga við aðra, bara, þú veist, útlendinga, sumarnámskeið og svoleiðis og við vorum búin að plana þetta en það er svo erfitt fyrir okkur, við vitum aldrei fram í tíman hvað er að gerast, þú veist, við vitum ekkert hvort við séum að fara með sumarnámskeið og það akkurat skemmir fyrir við ætlum að gefa ykkur krökkum, þú veist, frítt á námskeiðið og eitthvað svoleiðis. Gera það bara fyrir alla, skilur. Já, þannig það skemmir líka. Líka bara að þú þarft að skrá alla í keppni fyrirfram. Við getum ekki að skrá neitt í keppni, því að það er allt svo óvíst og líka eins og með notkun á kjallarunum, það sem Brynjar ætla að hafa, þú veist, við ætlum að hafa aðstöðu fyrir menntaskóla aldur líka til að koma og við getum hjálpa þeim í þessum kjallara og einmitt líka þessum yngri krökkum sem vilja koma að læra á eitthvað. En við getum ekki gert neitt aðeins í sumar, við getum ekki skráð neitt í keppni út að það er ekki neitt ljóst, þetta er allt svo óvíst. Og það sýnir líka svo mikið hvað við erum ekki búin að ná að geta fókusa á körfubolta. Þetta er nú þegar körfubolta... Þetta er svo pólitískur aktivismi. Þú veist, við fáum eitthvað svona verkefni líka í sísoni sem við vorum í, þú veist, við tímabilið sem við vorum að klára. Það var svo stuttur tími sem við fengum að einbáta okkur bara því að vera betri í körfubolta, því að það var alltaf eitthvað vesen með, þú veist, með þessa pólitíku svona og reyna að koma í veg fyrir að við höldum áfram í starfsemi okkar. Herðu, en ég spurði hvort að þið séu að þjálfa, því að Brynjar Karl hefur verið mikið í fréttunum og eru birtar myndir og myndbrot af honum þess að menn er að svona sýna stúlkum ansi mikla hörku. Eru þið þannig þjálfara líka? Eru þið svona litlir Brynjar Karlar þegar þið farið að þjálfa? Ég verði að taka það fram að þú ert dóttir þess. Já. Nei, ég þarf alveg ákafa æfingu og svona, en síðan á samtíma þarf maður líka að kunna, þú veist, báðar hliðar. Ég er ekki alveg komin þar að ég get verið að kalla á eitthvað og útskýra síðan líka, skilur, en jú, það er alveg samt alveg ákafi á æfingum og svona, þú veist, já. Þú veist, ég er að þjálfa litlu krakkana, bara mikróbolta, sko. Hvað er það, 6 ára? 6 ára, 5 á bili 5 og 7 ára. Og það er náttúrulega sumir krakkar sem er að mæta bara í fyrsta skipti upp í húsið og það náttúrulega meikar ekki sens að vera að taka þá í eitthvað mental training skilur við, en þetta er samt svolítið mikið vinna með, þú veist, að því að svona krakkar ganga samt líka í gegnum eitthvað á þessum ungum aldri, eins og ég þekki nokkra stelpur eða þú veist, og strákar sem eru kannski vera rosa kvíðin þegar þau mæta og taka eftir meira svo á þessum aldri að þau séu kannski ekki jafn góður og hinir krakkar sem búin að vera. Og það byrjar akkurat þar að byrja bara að útskýra og mér líður eins og við lítum stundum niður á krakka og þú veist, tökum ekki eftir hvað þau skilja í raunverulega mikið. Það er þessi mjög algengt, sko. Já. Það er alltaf að tala niður til barna og þau skilja miklu meira heldur en við höldum og ég er búin að vera alltaf með stelpur í núna síðan þær voru 5 ára og bara bætingar hjá þeim, ekki í körfubolta heldur ég bara sé hvernig þær eru að vera öruggari með sjálfu sér og bara, þú veist, og sé bara munin þegar við förum að keppa, þar eru ekki, þú veist, þar verður ekki litlar í sér og láta í sér heyrast og bara alls konar. Og sama gildir með krakkar sem eru á svolítið öðruvísi, þú veist, að fara í gegnum eitthvað öðruvísi hátt eins og reiðina. Síðan skilja krakkandi líka alveg þegar þú setur standard á krakka. Þú veist, þeir skilja það alveg, þú getur alltaf verið að hækka standardana á krakkana. Þú veist, eins og Darína sagði, þú veist, það er alltaf alveg að tala niður til krakka
þau skilja svo mikið ef þau tengja við það. Alveg eins þegar við fórum að mótmæla þá var bara, þeir eru svo krútlefi litlu krakkana. Don't get me started. Það var bara, og síðan kemur okkur ein lítil og spyr bara beina spurningu bara hvenær af hverju vil ég ekki semja við Aþenu og þau bara eitthvað, þeir eru svo krútlefi og hún var bara, hvað ertu að segja? Bara ógeðslega móðgun. Þau koma bara að tala við krakkana og alveg svo við séum á okkur leikinámskeiði. En það samt þannig, það hægt að leggja of mikið á mjóar herðar barna og ungmenna. Já, þú náttúrulega eins og stundu sagt að fólk ekki fullu harnað og eitthvað. Já, líka bara þegar þetta er fyrsta æfingin og skilja ekkert eins og hjá mínum stelpum, þú veist, ég er svona núna að læra að vera þjálfari og bara svona skilja betur á þetta, þú veist, það er alltaf á miðvikudögum svona fundir og svona þegar við erum að tala svona hluti einhvern veginn bara, þú veist, munurinn á herfíblinn og hetjunni, þeim líður bæði eins en síðan hvað það gera og síðan tölum við þetta í leikjum þegar það vera stressaðar og eitthvað svoleiðis en þú veist, þetta er bara svona, bæði hjá mér, ég er bara svona byrjandi sem þjálfari og síðan fæ ég líka alveg ráð frá hinn eldri þjálfarunum og svoleiðis en já, maður er samt alveg svona byrjið og svona, ég er ekkert bara að fara að garga beint á það og ég hef ekkert efna á því. En að hjálpa þá íþrótta krökkum til svona sjálfskilnings hvað það er okkur líður mér svona á vellinum og bara svona líka þegar horfa á æfingu fyrst þá voru bara býttu voðalega eitthvað öskra og eitthvað svoleiðis en síðan útskýrir maður það líka bara eitthvað svoleiðis en þess að geggja líka að hafa meistraflokka því að svo leið á þessar stelpur eru búnar á æfingunum sínum og verða kannski eftir og horfa á æfinguna okkar þá skilja það miklu meira þú veist hvað við erum að gera Herðu, en það er til fyrirbrigði sem heitir eitthvað samskiptafulltrúi í ISÍ sem fór yfir þjálfunar aðferðir Brynjars Karls og gaf henni bara fallengun. Takið þið ekkert mark á því? Þegar þú horfir á skýrsluna og hvað þetta er ófagmannslegt, við erum með 30... Þetta er fagfólk sem er að gera þetta? Já, en þetta er samt bara ófagmannslegt og eiginlega bara það er verið að skoða þetta bara öðrum lögfræðingum okkar af því að þegar þú pælir í þessu 33 þjálfarar sem hafa verið að þjálfa með honum og þú tekur einn þjálfara frá Bandaríkjunum sem var rekinn fyrir það að vera að mæta þunnur seint að þjálfa síðan ferðu alla leið til Akureyrar finnur einhvern gæja sem var að rífa ljósmyndatakari það er ekki að tala við okkur af því að við myndum útskúfa hver aðra ef við myndum segja eitthvað bara alltaf aftur og aftur vanvirðing út af svona hlutum og við erum undir hælnum á Brynjari, það er ekkert að marka neitt sem þið segja. Þetta minnir mér rosa mikið á svona aðferðir í endræðinsreikjum, skiljum við, þar sem það bara löngu búin að ákveða hvað verður niðurstaðara áður en þessi skýrsla kemur út. Það síðan er svo mikið sem hægt er að þú veist, þau geta, eins og núna eru 2 stelpur og ein önnur sem var hjá okkur í ár að fara til Bandaríkjanna. Það er hægt að tala við þær, þær eru ekki lengur, þær eru að fara búin að skrifa samning. Það er ekki að vera undir áhrifavaldi Nei, og eins og ég skipti yfir þegar ég var 19 ára að vera 20. Það er ekki, ég er orðin fullorðin, skilju. Þannig þau eru ekki eins og að reyna að fá álit frá öðrum finnst mér. Já, við erum allar nema ein sem er með þessu 18 ári yfir 18 ára en við samt, það er ekki tekið margt að því quote on quote þólendunum í þessu skiliru þannig að þetta er bara algjörlega galið fá bara alla þessa gæin sem var rekinn gæin frá Akureyri hvað heitum, Bjarni Facebook og skinnir þetta allt í gegn Facebook og eitthvað þannig að ég finnst þetta bara mjög ófagmannslegt og eiginlega bara En þetta er það sem stendur líklega í vegi fyrir því að þið fáið húsið Já, þetta er alveg partur að því kannski orðið borgin á þannig að við getum bara ekki gert samning við Aþenu með þessa skýrslu og síðan eru þau held ég einmitt að passa sig á þessu þau að passa sig ekki að nefna ISÍ það á ekki að standa saman endilega þannig þau eru svolítið eins og við hefum sagt þau eru svolítið að tala í kringum sig og eru kannski búin svolítið að mála sig í horn þannig þau eru svolítið að byrja að passa sig og einmitt ef þú segir ekki alltaf rétt og ert alltaf að reyna að passa að ljúga það helst ekki það kemur alltaf eitthvað upp og eins og eina sem við erum að gera við erum bara að segja sannleikann og við viljum bara fá húsi og þessi Brynjar er að segja og aðri, þetta er bara Ég vildi öll önnur lið í Reykjavík færu í gegnum þetta prósess að fá játningu frá Reykjavíkurborg þar sem þegar ég veit ekki meistaraflokkur stjörnunni vinnur þá er bara sem eru náttúrulega svakalega fyrirmyndir fyrir litla stráka þá er bara kampavísflöskur og bjórflöskur og vindlar bara í klefunum þar sem margir strákar er einhvern veginn komin á 18 ára aldur af hverju er ekki að vera að gera mál úr þessu að það sé að vera að selja áfengi á leikjum skilur
en að gera svo rosalega mikil mál úr þú veist, það er bara fáránlegt að bera þetta saman. Líka og hjá okkur að leikjum og svona, það er bara má eins og ekki sykur, það er bara allt holdt í, bara eins og þetta á að vera í íþróttum, það er bara allt holdt í poppið kannski óhollast, sem er selt. En svona af því að sjálflega Brynjar Karl fyrirstaða, kæmi ekki til greina hjá ykkur eins og segjum þetta væri bara uppbygging á okkur tímabili að ykkar, kannski ekki dóttirars, labba til þess að segja Brynjar Karl, það er rosalega mikið sem þú hefur gert fyrir að byggja upp hérna að þinnu, en núna ert þú bara orðin fyrir, þegar bara við fáum ekki húsnæðið út af þér. Þannig að við ætlum bara að þakka þér fyrir allt sem að þú hefur gert, en nú verðum við bara að klippa af og við erum að losa okkur við þig til þess að geta haldið áfram. Ég má ekki svara, eða það ekki? Já, en ég ætla að segja eitt, sko, það sem Brynjar minnist alltaf á. Ég er ekki að leggja þetta til, ég er bara að segja að í svona aðstöðu, að það stundu gerist að frumkvöðullinn, hann er bara orðið fyrir. En sko, hann segir alltaf að planið hans í lokin er alltaf að láta þetta ganga og hann stýrir burtu. Já, en þetta, þú veist, greinilega þurfum við á honum að halda að, þú veist, að fá, að því að hann er svo sem er að setja mestan pening í þetta, skilur við, fyrsta lagi og öðru lagi bara hver væri að fara með þetta svona langt áfram, jú, við núna, en við höfum kannski ekki jafn mikið aðgengi af fólki og, þú veist, og peningum og allir því til þess að halda þessu gangandi. Þannig ef Brynjar Karl væri ekki með okkur í þessu, þá myndum við ekki því miður komast langt, bara út frá því, þú veist, við erum bara nýorðar 18 ára og núna, þú veist, núna er hann alltaf að segja við okkur á æfingum að, þú veist, núna er komin barátta í okkar hendur og það meikar ekki sens fyrir hann lengur að berjast fyrir okkur. En þið sem eru 18 ára og dreymir ykkur ekki bara að fara til Bandaríkjanna í háskóla og spila körfubolta? Jú, það er bara... Þannig þið eru ekkert að fara að reka aðferðinu næstu... Nei, síðan er bara, það er alltaf ykkur sem koma upp í meistaraflokk og ykkur sem fara út, þetta er bara... Við erum alltaf að hugsa næsta kynslóð, alltaf að hugsa næstu stelpur sem eru að líta upp núna til okkar hverju þarf að fara að skila af sér og við þurfum að sýna þeim að þetta sé mögulegt, skilur við. Og einmitt það sem við erum að gera er að við erum að byggja þessa næstu kynslóð. Og ef að við fáum ekki þennan rekstrarsamning og engin lyklavöld og fáum ekki að gera sem við viljum, þá er ekki uppbyggingin eins og við viljum hafa hana. Það hægir rosalega á þessa uppbyggingu. Þannig þegar eins og það komið tími til að eins og aðra að fara til Bandaríkjanna að spila körfu eða eitthvað, þá er svolítið komið að næstu kynslóð sem við erum að búa til. Þjálfa núna. Já, sem við erum að þjálfa núna. Og mér finnst bara eins og að fólk ætti hætta að vera bara Brynjar eins og við stóðu á einu plakati hjá okkur, minni pólitík, meiri bara íþróttir, bara hætti þessu, þú veist, þið eru að taka niður. En hann er nú alltaf að verða pólitískari og pólitískari. Ég veit það, en það þarf þess. Það er alltaf að fá hann til að tala körfubolta lengur. Já, en það er þetta bara, þú veist, eins og fyrsta greinin eitthvað, fákinn aumingjar, síðan kemur hvað heitir það, samskiptar, síðan kemur vídeóið og síðan þetta núna, þú veist, þá þarf maður bara, þú veist, hann þarf að vera pólitískur og við þurfum að gera það líka. Þetta er málið, við ætlum ekki að láta, þú veist, leggja okkur niður af því að við erum ekki að svara fyrir okkur. En ég meina, ég skil ekki það sem hann er, þú veist, það sem fólk er að segja að hann sé fyrirstaðan, en hann er bara, fólki finnst það bara óþægilegur. Þú veist, það sem hann er að gera, hann er bara að gagnrýna hér og þar, þú veist, það sem við erum náttúrulega til að byrja með, vorum að berjast fyrir að íþróttir, þú veist, kvennakörfuboltinn, íþróttir bara kvennamegin eru yfir höfuð bara lélegir heldur en karlamegin og það er bara þannig minni peningur, þú veist, ekki eins góð þjálfun og einmitt núna minni kynferðisofbeldi sem er búið að vera í gangi, sko. Einmitt, og núna erum við líka bara komin í það, þú veist, að við erum búin að færa okkur yfir í Breiðholtið, þú veist, við viljum berjast fyrir þessar stelpur og krakka sem eru úr Breiðholtinu og það er það sem við viljum gera það með að halda húsinu og hann er bara, og við erum bara svolítið að ýta á Reykjavíkurborg til dæmis með það og það er það sem við viljum gera og ef það er eitthvað óþægilegt þá þarf Reykjavíkurborg bara eitthvað að skoða það inn í sjálfa sig, þú veist, ef þetta er óþægilegt. Maður á líka að benda á hvað yfirvöld og svona eru að gera, það er bara pointið. Þannig virkar bara heilbrigt samfélag, skilur við. Þú veist, ef hann á að vera fyrirstaðan og hann á að rífa sér tilbaka, hvers konar stjórn er þetta? Þetta er löng saga og sum hafa séð heimildamyndina Hækkum rána og þá fjallaði það þegar að Brynjar var að þjálfa í Stjörnunni og svo fór hann eitthvað yfir í ÍR og svo fór hann eitthvað upp í stofna aðferðinu eitthvað stöður upp á Kjós eða Kjalarnesi. Já, Kjalarnesi. Og svo er þetta komið upp í
Þú þetta var komið inn í 19 ára, þannig þú ert ekki með hluti af hópnum sem var þarna í Hækkum Rána og þú komst líka seinna, eða ekki? Jú, ég kom rétt eftir að Aþena var stofnuð, þannig sumari sem Aþena var stofnuð þá kom ég, sko. En Tanja, þú hefur fyllt alla leið. Já. Og Hækkum Rána fjallar náttúrulega hápólitísk mynd, fjallar þetta kvennabrotamynd. Já. Það sem að ungar stúlkur er með mjög svona tákgrænan gjörning að láta meta lífið þetta svona á einhverju vanvirðingu við kerfið. Já. Og svolítið erfið mynd því að mér varst til að sárasta senan í henni var eftir sigurinn að þá komu foreldrar inn í búningsklefan og fóru að skamma stelpunar. Mér finnst það ótrúlega sorgleg sena. Já, ég sammála þér. Já, bara sorgleg sena í kvennabaráttunni. Já. En síðan hvað mörg ár síðan? Er þetta 7 ár eða 8 ár eða mannstu það? Er það minna bara allt í allt? Já, frá því að til dæmis að þið látið metalífum Já, ég var allavega 11 ára þá, þannig 7 ár, ég er 18 ára núna. Já. Og þetta er búið að vera átök allan tíman. Já. Hvað eru þessi átök? Það er náttúrulega breytist alveg, fyrst er þetta náttúrulega bara bara stelpur, ungar stelpur, síðan er þetta eiginlega bara eins og síðan allt í því við vorum eldri þá vorum við að berjast gegn kynferðisofbeldi, þá kom vídeo það og núna erum við bara í Efra Breiðholti með stelpurna þar, þannig að þetta er bara svolítið búið að þróast. En hvað er svona óþægilegt við ykkur fyrir hitt samfélagið eða svona sem að veldur því að þessi núningur er þetta svona rosalega róttækt sem að þau eru að gera ekki til eða? Aþena var náttúrulega bara stofnuð, var ekki stofnuð til að vera eitthvað þægileg, við erum með fullt af öðrum félögum. Nei, við náttúrulega þangað til að verður engin vandamál eftir, skilur. Við erum náttúrulega, mér finnst seinustu mál ekkert búið að vera við eitthvað farið fjölmiðla, það er bara eitthvað fólk sem við höfum annarkvæmt móðgað eða vera að benda á móti, bara svona yfirvöld, þau eru bara allt í einu bara, við viljum ekki hafa þau, þannig við ætlum bara að senda ykkur eins og mér finnst samskiptaráðgjafinn, bara smá svona hitmann, en já, veitu ég man... Ég er alltaf verið að þeir eru bara að spila körfubolta. Já. Þú afsakið segir bara. En sérðu hvað er alltaf komið upp fyrir að við fáum að einbytta okkur að körfubolta? Akkur er alltaf þessi rosalegu pólitísku átök í kringum þetta? Hvað er það í ykkar skilabóðum sem að veldur því að einhver fyrirbrigði í samfélaginu rís upp á afturfæturnar og gargar? Sko, bara það sem ég hef bara búin að taka eftir frá því að ég byrjaði í Aþenu og er bara, þú veist, að það sem við erum að gera er að við erum að ýta á alla, við viljum pressuna og við erum að ýta á alla og segja bara, þú veist, þetta er ekki nógu gott. Já, þeir ekki að standa ykkur. Þú veist, til dæmis sem núna, Reykjavík ekki standa sig og við erum að ýta á þau og Brynjar að ýta á þau, við fórum í mótmælin til að ýta á þau, en síðan eins og bara til dæmis með kvennakörfuboltann, þú veist, hlutinir hafa bara ekki verið nógu góðir og það er svo mikið hægt að gera til að bæta, það er svo mikið af resources, það er til svo mikið af peningum, en það er bara alveg svo, það er enginn að taka þetta og síðan þegar við tökum til dæmis, þá er fólk sem er ekki búið að taka þetta, þau fara svolítið að móta okkur og þau sjá eftir að þau hafi ekki tekið þetta og það er svolítið það sem ég er bara búin að finna frá því ég fór í Aþenu er að fólk er bara að sjá eftir að hafi ekki tekið þetta og það er allt vesenið. Það er öll þessi umfjöllun og þetta fólk er ekki, við erum að taka þetta. Sama með til dæmis þegar við förum í Austurberg, þá kannski við erum mörg verkefni reynd að sitja til dæmis í Austurberg eins og það var eitthvað tilraunaverkefni á sama tíma og við fórum inn, eitthvað bandi og fleira og það var ekkert að heppnast. Þannig ég held lúmst að þetta sé smá svona, þau þola okkur ekki að því að við erum að fá krakka inn í þetta og eitthvað svoleiðis. Það er bara öfundsýki. Já, allavega eitthvað svoleiðis. Velgengni annar truflar. En eitt sem ég ætla að bæta við er líka bara, við erum bara að benda á fólk sem er ekki að standa sig. Eða stjórnmálamenn sem eru bara, fá borga laun fyrir, ég veit ekki, sitja í stólunum og fá sér kaffi, ég veit ekki, ekkert meira en það. En líka þessi rotthóla, eða maður getur kallað þessi kjallarinn, hann var búinn að vera tómur síðan ég æfði handbolta í IR, skilurðu, í hversu mörg ár. Og hann er bara líka búinn að vera tómur síðan við byrjum. Nei, ekki. Þið fá á honum og allt fá margir á honum. Akkurat. Nei, það hefur engin á honum, við megum bara ekki fá hann, skilurðu. En síðan alltaf koma með afsakanir að þau eru að reyna fyllan hér og þar, með eins og vandrálingum eða eitthvað svoleiðis. Ekki eins og úlingum, bara fullorðnir karlmennum, en það er ekkert, en þetta er bara það sem þau eru að segja, en það hefur ekkert gerst, þetta er bara búið að standa aukt allan að síðan, við fórum upp í Austurberg og við viljum reyna að fá þetta. Ég hef séð stundum svona myndbönd þar sem að þið fáið svona gesti. Já, geggjað. Eins og hverja, það var Sólveig Anna komin svona,
og Vigdís Hassler og svo Síðan áttu að fá eina aðra, ég man ekki hver var það, en síðan kom þetta allt og þá kom hún ekki Hvað gagnast þetta körfuboltastúlkum? Bara að við tengjum við fyrirmyndirnar, að við fáum að sjá bara konufyrirmyndir, að það séu starkar konur hérna út í heimi og bara á Íslandi sem við náum að tengja við. Þetta því miður þetta miklu auðveldara fyrir stráka okkar aldrei að tengja við íþróttamenn, þú veist, bara kallana í pólitíkinni eða bara, þú veist, í hverju og hverju á öllu sviði, en það Við höfum fjölbreytilegri fyrirmyndir. Já, en það sem Brynjar reyna að gera er að koma með gesti og sína og láta og tala við okkur og bara tengja við þá. Og þetta svona, við spyrjum þær spurningar og síðan spyrjum þau okkur, þannig við erum líka að æfa okkur í svona rökhugsunum, þannig fyrir fólki sem heldur að þetta sé köld til dæmis, ég veit ekki neitt köld sem að kenna fólki að formuleita spurningar, það eiginlega, ég held að virki ekki. Það sé ekki ganga langt. En síðan alltaf þegar þær koma og þetta auðvitað til að tengja, þannig við náum að tengja okkar baráttu, bara að sjá þær berjast við til dæmis eins og Sólveig lendir rosalega mikið í fjölmiðlum bara fyrir að berjast, eins og ef ég get sagt berjast eins og kallmaður. Og það einmitt bara, það ekki algengt og leið og einhver fer að berjast fyrir eitthvað sem kannski ekki algengt að sjá, þá allir þessi fjölmiðlun. Það svona ákveðin karl verður frek kona, hefur sér alveg eins. Og það hluti að þessu andófi sem að þið verði fyrir að þið eru ekki að hegða ykkur eins og konur ætti að gera? Heldur eru þið bara í bagokk eins og ykkur strákar? Hvað eru það segja eins og ættum að gera? Nei, ég veit ekki. Eigum við bara að berjast fyrir okkar. Ég veit það, en haldið að viðbröðin séu að því að það þykir ekki tilhýðilegt að stúlkur séu að láta svona. Við erum alltaf að nuttast í hennan kúltúr sem alltaf að reyna að setja okkur í eitthvað ákveðið bók, skilur, og maður stelpur að vera, þú veist, ég veit ekki, og horfir á bara íþróttakeppni eða körfuboltaleiki kvennamegin, þú sérð bara hvað þetta bara sorglegt, skilur, og leið og við reynum að stíga út fyrir kassan og setja standard ekki bara okkur heldur líka á lið sem við erum að keppa við, þá verður allt í einu, þú veist, allt brjála af því að við erum að gera eitthvað sem, þú veist, fólk er bara ekki vön að sjá. Já, líka ég man ég var svo móðguð því ég var krakki eitthvað, því ég sá einhverja feminista sem voru alltaf á móti sig, bara hvernig getið þið verið á móti sig, en það akkurat svona, við erum eiginlega að vinna gegn svona þeirra svona starfi af vissu leyti, veistu hvað ég meina? Bara með það til dæmis að við bara í staðan fyrir að vera að væla yfir hlutunum þá gerum við það líka alveg, en síðan gerum við eitthvað í því líka. Þannig, maður komst að því. Fólk bara svo vant í að vera bara, auðvitað, ég hef sagt bara heima og þegar ég var yngri og allt það, bara af hverju þetta svona, af hverju þetta svona, en það enginn að taka það. En eitt sem að trufla þessa sögu er að þið voruð að keppa í körfubolta. Það gekk ekki vel. Fjalluðu ekki? Jú. En býtu hvað, já, það alveg... Maður myndi ætla að þú verða að gera svona og það myndi leiða til þess að þið færið bara og myndu vera að vinna leiki og þið bara töpuðu öllum leikjum og... Já, en fyrsta lagi þá sagan ekkert búin. Og í öðru lagi, til dæmis núna, öll önnur lið eru byrjuð að sæna leikmenn. Hvað erum við að gera? Við erum fyrir utan ráðhúsi bara... Við vitum ekkert hvað, það alltaf svo leiðis. Við vitum aldrei, það bara óvissa. En á hverju gekk okkur ekki betur? En sko mér finnst líka smá skrýta að segja að bera okkur saman við til dæmis félög sem eru búin að vera í Reykjavík eða Höfuðborgarsvæðinu í bara 100 ár og sjáðu, þú veist til dæmis IR bara, sem núna bara í næstu húsi, er búin að vera með bara starfa í næstu 100 ár og yfir 100 ár og sjáðu hver kvennabóllin þeirra er. Þú veist líka bara í fyrradag þá var Þóra Akureyri að taka liðið sitt úr keppni, skilur, og það lendi í 3. sæti í deildinni. Þú veist, síðan er þetta líka bara ef fólk ekki að sjá samt árangurinn á bakvið þótt að við fórum upp í efstu deild. Og við vinnum okkur bara upp aftur og við getum vinnið okkur upp aftur. Það er sagt í Hollywood að þú ert bara jafn góður á síðasta myndin. Þannig að maður getur ekki bent á að síðasta myndin bara góð. Þau eru ekki eins að gefa okkur, það er ekki eins að vera að gefa okkur sjans til að búið til nýja mynd á. Og haldið þið farið upp aftur? Já. Þú veist, ég held að... Þau unnu alla leiki á leiðinu upp. En ég er að spyrja í alvörinni, af hverju gekk ekki betur? Var það, vantaði ykkur lykilmenn? Við náttúrulega fyrsta lagi, ég vil ekkert vera með eitthvað svona afsakanir, en þá var náttúrulega bara svona ógeðslega margar lúnabólgur í byrjun tímabilsins
og hvað vorum við marga, útlendingar að koma og fara, bara komu meiddir til okkar og síðan var þetta bara svona stökk einhvern veginn og vissum ekki, þetta var alveg munur frá því að vera í fyrstu deild yfir í, söpveideild og á sama tíma erum við alltaf eitthvað að hugsa frekara en að hugsa æfingar, þá alltaf bara erum við að fara að fá, íþróttahúsið í næstu viku eða eitthvað svoleiðis eins og til dæmis með samskiptardæmið og líka bara á miðju tímabilið þegar það var að kalla Brynja ofbeldismann, og þá þurftum við að fara í það eyða æfingu í að skrifa einhverja yfirlýsingu. Þetta bara, við fáum ekki eins og einbætt okkur á körfubolta. Já. Við rönduðu ekki út, við höfum hort á lið sem voru rosa góð í fyrra en koma bara löng tímabil þess að gátu lítið mann setið sitt í vetur. Ég horfði ekki á Nei, það var bara við vantaði ekki gæðin þar inni en þeir bara gátu ekki unni leiki bara vikum og mánuðum saman. Þeir lentuðu í einhverju slíku. Það hópurinn finnur ekki leiðin út. En ég held að það sé alltaf gerast hjá okkur, leið og við náum að fá núna húsið tilbaka og... Ef þið fáið það? Já. Haldið þið fáið það? Það bara fyrir eftir, við erum bara búin að gera það sem við getum, við erum búin að fá 3300 undirskriftir og þetta að sjá hvað litlu stelpuna. Ég ætlaði að spyrja þessu því að ég verið svolítið að ég er búin að vera að bera á borð þeir sem hafa verið andmælingur. Getið sagt mér frá því hverjir eru það sem eru að styðja ykkur? Bara sem eru að styðja ykkur? Hvaðan fáðu þið stuðning? Þú sagði 3000 undirskriftir? Já, 3300 undirskriftir sem við fórum bara og vorum í bara Efra Breiðholti í Bónus og fleiri stöðum og maður fekk eiginlega aldrei nema bara eitthvað svona spes fólk sem var bara eitthvað með hanakampa og hjóli sem alltaf lagi eitthvað en þá voru allir bara til í þetta og sögðu bara áfram þið og eitthvað svoleiðis þannig að sýnið bara á okkur 4 dögum því við fengum svo ógeðslega lítil fyrirfæri fyrir þetta fyrirfæri fyrir þetta að sýni bara að við erum alveg með allavega fólki í Efra Breiðholti eftir okkur og ég held að skiptir ekki máli hvort við hefum fengið 10.000 undirskriftir eða 3.000 þeir eru bara Brynjar og ekkert að pæla í krökkunum og þetta líka bara seinustu daga að pæla í, maður bara sá litlu stelpunar alla með tárin í augunum að koma að stað þessu, ég er bara við að tárast núna og sjá það líka bara eitthvað ógeðslega flottar sjálfar að mæta og fá undirskriftir, þetta er bara En svo eitt sem ég ætla að bæta við núna er því að við erum að tala þetta er svolítið, mér finnst þetta að vera svolítið stéttaskipt vandamál að því að þótt við höfum rosa mikið af fólki bak við okkur þá því miður hefur þetta fólk ekki kannski aðgang á sömu valdi og fólk og ég veit ekki úr Garðabænum eða fólk sem tengist miklu meira ríkisstjórninni og allt það einhverju sem eru samskiptastjórar hjá ISI einhverju sem eru félagsfræðiprófessorar í háskólanum Akkurat, og það held ég gerir líka svolítið breytir þessu máli svolítið þannig að flesti sem eru að styðja okkur og kunna, vita okkar sögu eru bara að koma úr Breiðholti og sjá líka hversu mikilvægt þetta er. En fólk, eins og þegar við vorum að dreifa þessu miðunum, fólk spurði 1-2 spurningar og leið að fekk að heyra okkar sögu, þá fannst þetta bara, þetta fannst þetta bara geggjað. En það eru bara ekki, að vita ekki allir af þessu eða bara þegar að fá að heyra þetta bara frá öðru sér hlið. En síðan eins og Darin er að tala að þetta er stéttaskipt, einmitt það á ekki að skipta máli hvort þú býr í Garðabæ eða Efra Breiðholti og börnin sem til dæmis fæðast inn í fátækt eða eitthvað, það á ekki að skipta neinu máli allir eiga að fá sömu tækifæri það er bara siðferðilega rétt að fá sömu tækifæri að stunda einhverja íþrótt í hverfinu bara að fá tækifæri til menntunar en það er bara alveg svo Reykjavíkurborg er ekki eins og pæli í því við viljum vera í Austurberg við viljum vera í Efra Breiðholtinu til að geta hjálpað þessu fólki að þeir eru fullt af fólki líka að tala getur ekki farið einhvert annað fyrsta lagi það verður ógeðslega erfitt, við sáum það en þetta er bara fullkominn staður og við viljum ekki fara neitt annað því að það er fullt af krökkum þarna ef við myndum fara eitthvað annað sem myndi vilja en gæti ekki fyllt því að þau eru bara sjálfa að mæta á æfingar og eitthvað svoleiðis það er ekkert rangt að segja náttúrulega Efra Breiðholti er náttúrulega bara fátækara hverfi heldur en til dæmis önnur hverfi í Reykjavík og það er kannski þau hafi ekki endilega þetta geta ferðast annars staðar hér og þar til að æfa eitthvað og þess vegna er Austurberg svo góður staður til að halda þessu gangandi og við viljum vera í Austurberg. Og ég sem kem frá svona erlendum bakgrunn, mér finnst þetta bara alveg frábært hvað við erum að gera og ég næ svo mikið að tengja við þessar stelpur sem, tala mjög brotkennda íslensku og, finna sér ekki alveg réttan stað í íslensku samfélagi af því að þeim er bara útskóða í eitt hverfi og þið eru bara að redda ykkur. Skilur, þannig ég held að þetta sé bara frábær leið fyrir alla krakka sama hvort þið koma bara að tengjast íslensku samfélagi og þetta er búið að vera mjög mikið í umræðunni hvað var 30.
fyrsta maí var gangan niður í bæ að fólk var eitthvað óánægð með alla útlendinguna, af hverju ekki þá að gera eitthvað í þessu og hjálpa þessu fólki, þú veist, ef þetta er svo mikið mál, tengjast íslensku samfélagi og kenna íslensku og gefa tækifæri að vera, já. Það er eins og til dæmis, þú veist, það Reykjavíkurborg sem tekur þessu ákvörðun fyrir okkur, en þau hafa ekki einu komið þangað til að sjá þessu aðstöðu sjálf, þú veist, eins og það er alltaf verið að Við erum búin að bjóða skúla í 8 vikur að koma. Þú veist, og síðan er alltaf verið að fara á stað með þessi verkefni, einhver, þú veist, bætum, þú veist, Efra-Breiðholt og öll þessi verkefni og það er ekki neitt að virka. Þetta er svo yfirborðskennt. En síðan komum við og við nýtum Austurberg og þetta er svo mikill munur. Við erum búin að ná að taka þessa krakka inn og það er skúli sem ákveður það, eða þú veist, Reykjavíkurborg sem ákveður það og þau vilja ekki og þeir vilja ekki eins og koma og sjá hvernig mæta á æfingar og tala við krakkana. Þau veit ekki eins hvernig þetta hverfi bara, mætti halda að veit ekki eins hvernig þetta hverfi virkar. Já. Það er líka að þau geta tekið ákvörðun án þess að hafa komið og sé krakkana. Þau voru bara að sjá því fyrsta skipti í gær þau mættu að mótmæla og fullt af krökkum sem mátti ekki þetta var svo langt í burtu og eitthvað svoleiðis, þannig, já. Og líka bara viðbröðin þegar við mættum, mér fannst það bara, ég ætla bara að endurtaka því, mér fannst það bara hlægilegt og kjánalegt að gera svona lítið úr krökkum með því að segja, vá, hver er krúttleg, high five, þegar þú veist, ekki körfubolti best, eitthvað skilur þegar í gær á fundu, þegar í gær á fundum reynda að gera allt til þess að leggja okkur niður. Mér finnst það bara svakar, þú veist, ég hef ekki séð svona fölsku bros bara í góðan tíma. Já, bara Þau eru ekki þannig upp í Breiðholti. Herður, Darína, Tanja og Anna Margrét, gangi ykkur bara vel í ykkar baráttu. Takk fyrir áfram að finna. Kannski höldum við umræðinu þetta mál áfram, kannski fáum við Skúla og fleiri frá borginni. Ég tek debate við það. Það er laust sæti fyrir Skúla. Kannski áskorun á Skúla að koma hingað og mæta stelpunum. Sjáum hvað hann gerir. En við höldum hérna áfram núna í kvöldu Rauðaborðið að ræða ykkur allt annað mál. Næsti kafli er eftir augnablik. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is